Já, komið þið sæl. Það var nú ekki ýkja hár hámarkshiti dagsins, svona meðan við hvernig þetta hefur verið að spilast hjá okkur núna í maí, en hann náði 12 stigum hér á suðvesturhorninu og var reyndar tiltölulega bjart yfir svona megnið af deginu hér sunnan á Vesturlands, en við sjáum á gervitunglamyndinni að það var skýjað að mestu á Norður-Austurlandi og var jafnvel vart við slittu inn á Héraði núna klukkan 15. Og þessar hitatölur sýna í rauninni stöðuna á nokkrum stöðum norðanvert landið klukkan 15 í dag, og þá sjáum við að það hitin þar 1 til 3 stig, sem er nú ekki ákjósanlegt svona við mánaðamót maí og júní. En ef við kíkjum á þá stöðuna, þá svona norðaustlæg átt eða norðlæg átt ríkjandi á stórum hluta landsins. Það lægðardrag eða lægð hér sem að teygir sig inn á suðvesturhornið, og í raun og veru ekki mikið sem að breytast hjá okkur hvað þetta varðar. Við sjáum að það áframhaldandi norðaustlæg eða norðlæg átt hjá okkur, og svona svipuð stað upp á teikningnum í rauninni fram á 50. hið minnsta, svo getur svona heldur breyst á föstudaginn, en það allan aðeins óljósari. Og kalt í þessu lofti, ekki hár eins og sjáum hér, liggjum í köldu lofti, og svona það kaldasta nú í rauninni að fara yfir okkur núna og til morguns, en sjáum nú ekki fram á mikla breytinga hvað var hitafarið næstu dagana. En það verður bjartviðri á suðvesturhorninu á morgun. Hámarkshiti gæti verið þetta 12 til 13 stig hér á Suðurlandi, annars þegar nærri 10 stigum, og það sem hann andar að hafi til á hér með suðurströndinni getur þetta verið 6-7 stig. En léttskýjað og úrkoma lítil sem engin. Það svona spurning hvort það myndist einhverju skúri hér í syðstu fjöllunum á þessu svæði, og svo getur norðaustanátt, hún getur bitið sums staðar hér við Faxaflóa þá helst, og annars staðar þetta nú svona breytileg átt og hægari vindur. Og þegar við förum norður á norðvesturhornið, þá nú svona tiltölulega bjart veður víða hér við Breiðafjörð og að mestu leyti á Vestfjörðum, og það gæti teygt sig inn á Norðurland vestra inn til landsins, en úti með ströndinni og á Tröllaskaga, þar viðbúið að verði skýjað og einhverju úrkomu gæta svona frá Skagafirði og austur úr, og það getur verið að það verði nokkuð éljakennt, sérstaklega þá upp til fjalla. Og á sama árunni við þá á norðausturhorni landsins, eins og við sjáum hér, verður skýjað svona víðast hvar og slitrótt úrkoma sem verður svona rigning, slydda á láglendi og fer þá yfir í slyddu og snjókomu þegar komið til fjalla. Alls ekki stöðug og samfelld úrkoma, og við sjáum að hitinn þetta nú svona svipaður og í dag, víða 3 til 5 stig, kannski eilítið kaldari þegar komið upp á hálendið, en von til þess að það verði öllu bjartara yfir þegar komið austur á Austfirði, og þá sérstaklega á sunnanverðum fjörðum, og þá ef það sérstu sólar, þá mun hún nú veita einhverja hlýju. Og bjartara yfir einnig á suðaustur hluta landsins, og við sjáum hér að það getur svona norðanátt getur aðeins bitið í hérna á milli Hafnar og Öræfa, ná þetta 10-12 metrum á sekúndu, annars hægari vindur yfirleitt og bjart veður að mestu leyti í þessum landsfjórðungi, og hitinn almennt séð í kringum 10 stigin. En lítum þá á næstu daga, og þá sjáum við að staðan nú ekki mikið að breytast hvað varðar fimmtudaginn, nánast keimlikt veður, þó minni úrkoma í þessu á norðausturhorni landsins, og hitafarið svona nokkuð svipað, en á föstudaginn þá breytir svo sem ekki mikið, það svona kannski heldur meiri skúrir í þessu hér á suðvesturhorninu, og svo sjáum við þá á laugardaginn að það heldur áfram í svipuðum gír, þó koma skil hér nær landi og kannski verður vindur heldur ákafari hér með suðurströndinni sem á norðvesturhorninu, en við skulum sjá hverju framvindur með það þegar líður á vikuna. Verið sæl.